Janus, þá það síðasti fyrirlesarinn sem er hún María, sem golffélagi minn. Og ég, að því Janus var að tala skrefin, að þá vinn ég með það að reyna að ná sem flestum skrefum á golfhringnum. Með að vera svolítið út og suður. Ég næ fleiri skrefum. Já. Gerðu svo vel, María. Takk fyrir. Aðeins að breyta. Ágætu fundargestir. Janus tók að mér ómaki með eitt og annað sem ég ætlaði að segja, en það allt í lagi Janus þér fyrirgefið. Þannig að golf, langlíf og heilahreysti, ég mun þá ekki tala mikið langlífi, fyrst að það búið að dekka það. Það má kannski geta þess að þeir sem hafa lægri forgjöf, þeir komi betur út, þannig að þeir hefðu meiri ávinning á golfinu, en þeir þá væntanlega búin að vera lengur í golfi, þannig að það skiptir máli. Þannig að við sem erum að bögglast í þessu, svona, byrja seint, við verðum bara að vona það besta. Áður en lengri haldi þá kannski gott að rifja upp, sko, það eru meira en 60 milljónir á heimsvísum sem stunda golf. Það var nú farið við tölur hér áðan, en meira en 23.000 Íslendingar eða á Ísland eru skráðir í klúbba og meiri hluti yfir 50 og konur aðeins eldri en karlmenn. En til þess að við getum notið þessara auka ára, þá þurfum við náttúrulega að huga að heilahreysti. Vegna þess að það lítið gaman af auka árunum ef við getum ekki notið þeirra. Og hvað heilahreysti? Það vísar í ástand heilans, þannig að við getum skipt í tvennt. Það vísar í ástand heilans, útlit hans og þarna sjáum við heilbrigðan heila þarna vinstra megin. Og svo skiptir náttúrulega andleg líðan máli og hugræn geta. Og ástand heilans og hugræn geta hans, það fylgist ekkert endilega að. Þannig að heilin getur verið óheilbrigður upp að vissu marki, en hugræn geta eðlileg. Og þarna kemur til skjalana hugtakið heilaforði eða hugrænt forði. Og þá gildir að við erum að safna í sarpinn alla ævi. Og við getum safnað, við getum litið á þetta svona eins og vikt og við erum með plús og mínus. Og við viljum náttúrulega að plúsin sé hærri. Og þetta fæst með því að hugsa almenna heilsu og þar með heilan, mennta sig, það hinn félagslega samvera, hreyfing, svefn og svona ögrun, að ögra sjálfur sér, prófa nýjungar, vera stefnað einhverju og golfið vissulega hefur það eins og þegar hefur komið fram. En við auðvitað komum ekki í veg fyrir sjúkdóma með því að stunda golf, en við getum kannski senkað ýmsu og stuðlað að bættu heilbrigði. Það lítið til tengsl golfs og andlegrar heilsu, eða eins og á ensku sagt mental health, og í yfirliti sem var unnið og sem Janus vísaði í, þar sem voru teknað saman 301 rannsókn heilbrigði og golfiðkun, að þá var það megin viðfangsefni innan við 10% rannsóknarna, þannig að þetta sko ekki mikið rannsakað. Og það engin rannsókn sem sérstaklega beinist að heilabilun og golfi, en við vitum heilmargt sem gerur okkur kleift að álykta gagnsemi golfs til aukins heilbrigðis. Þessi mynd úr Lancet 2020 og þarna búið að setja upp hvernig hægt að fækka tilvikum heilabilunar með því að haga lífinu rétt. Og þið sjáuð að lítil menntun einn aðal áhættuþátturinn. Og við byrjum nú flest kannski í golfi þegar menntun lokið. En þið sjáuð hérna, háur blóðþrýstingur, ofurmikil alkóhólneysla, ég ætla aðeins að tala það seinna, það tengist aðeins inn á golfið. Offita, þunglindi, einangrun, félagsleg einangrun
og hreyfingarleysi. Allt þetta eru áhættuþættir fyrir heilabilun og þér sjáu að allt þetta, við getum barist gegn öllu þessu í golfi. En heilahreysti, við verðum að huga að henni alla ævi. Það þýðir ekki, það er ekki gagnslaust að byrja seint, en það er best að byrja fyrst með góðri menntun og svo á miðju æviskeiðinu og seinna þá koma hinir áhættuþættirnir sterkt inn. Hérna á Íslandi þá erum við fæst með bíl. Það hefur verið meira í Ameríku og hérna, en það jókst heilmikið í COVID-inu að þá fór fólk að ganga, sem mjög jákvætt. Mér finnst þetta bara svona skemmtilegu punktur. Við verðum að ganga. Til viðbótar við hreyfingu og félagslega samveru hefur golf auðvitað hugrænan þátt. Það er hins vegar mjög lítið til af rannsóknum tengsl golfiðkunar og hugrænna getu, en hér er japansk rannsókn frá 2018. Og sko, þetta er það sem heitir Randomized Controlled Trial og það er gullstandardinn á því að athuga hvort einhver meðferð eða inngrip hafi gagnleg áhrif. Og þarna er fólki þá skipað tilviljunarkennt í 2 hópa og þetta voru ekki golfarar. Þetta voru bara fólk sem eru ekki iðka golf og það var sem sagt yfir 65 ára og höfundarnir geta þess að tína til þá þætti sem þeir telja mikilvægi í golfi. Skipulag, strategíur, ýmiss konar sjónarænhæfni, einbeiting og allt þetta. Og niðurstaðan var svo, þeir voru með inngrip í 24 vikur, 53 fengu golfþjálfun, hinir voru til samanburðar og fengu bara svona tilmæli að reyna að lifa nú heilbrigðu lífi. Golfæfingarnar var niðurstaðan geta hugsanlega bætt minni þeirra sem eldri eru, en þetta hafði engin áhrif á aðra hugræna færni í þessari rannsókn. En það hefur bara oft gengið mjög illa með svona rannsóknir. Þetta byrja náttúrulega seint, þetta er bara 24 vikur og þetta dregur á engan hátt úr mikilvægi þessara myndar sem ég sýndum áðan áhættuþætti fyrir til dæmis heilabilun. Það leynast hættur í golfinu. Við erum ekki leiðilegt að enda á þessum leiðindanótum hér, en mér fannst ég þurfa að nefna þetta. Af því að eins og ég talaði áðan, við söfnum forða, en við verðum líka fyrir áföllum. Við getum orðið fyrir slysi, alls konar andlegum áföllum og þetta fyrir yfir ævina, þá vegur þetta svona, þetta spilar saman, en við viljum koma út í plús með meiri forða, þrátt fyrir áföll. Það er ekki endilega vont, þetta þýðir ekki það að menn þurfa að vera bindindismenn, af því að ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að það hófleg áfengisneysla er bara allt í lagi. En þetta fannst mér áhugaverð rannsókn og hún, þeir höfundarnir benda á þá augljósu staðreynd að áfengisneysla sé sennilega samofnar í golfi heldur en ýmsum öðrum íþróttum. Og það er náttúrulega þessi félagslega samvera, að fara og fá sér að borða og fá sér drykk eftir spilið, sem er ofsalega mikilvæg og ofboðslega skemmtileg. En þátttakendur í þessari rannsókn voru tæplega 340 og þeir sögðu frá golfiðkun sinni og áfengisneyslu sem tengdist henni. Og niðurstaðan var svo að samanborið við aðra þá neyddu golfarar mun meira áfengis og í sumum tilvikum töluvert miklu meira. Og þessu fylgja auðvitað fleiri kaloríur og svona sem er kannski ekki gott. Og þannig að höfundarnir niðurstaða þeirra er svo að í sumum tilvikum þá eyðileggur fólk ávinning golfsins með því sem kemur á eftir golfinu. Þannig að ég legg þetta bara hér fram. En við skulum samt ekki hætta að fara að borða, en það má kannski, og drekka eftir golfið, það má bara kannski hafa þetta í huga. Gangið hægt gleðina dyr.
Þannig að ég er búin. Takk fyrir.